Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið á Stöð 2. Nefnd á vegum forsætisráðherra skilaði af sér ítarlegri skýrslu í morgun ímynd Íslands. Falleg skýrsla að sjá og vonandi innihaldið eitthvað svipað. En það kannski ekki úr vegi að huga að ímynd landsins á þessum síðustu og vestu vikum þegar að vondar fréttir af fjármálum þjóðarinnar tröllríða fjölmiðlum erlendis og hingaði komin Svava Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík. Þú varst formaður þessara nefndar. Þið fenguð ekki langa tíma til að fara hún í þessi mál, nefndinni skipuð í lok nóvember. Ef við byrjum kannski á því, hvað var það sem kannski kom þér helst á óvart þegar þið fóruð að krafsa í þessari vinnu? Það kannski sem kom mest á óvart var hvað mikið gert í dag. Það gríðarlega mikið sem hefur verið unnið að ímyndaruppbyggingu Íslands, en það gert á mjög ósamræmdan hátt í raun. Þetta sjálfsprottið og það eru margar stofnanir og mörg ráðuneyti sem koma þar að sem gera það verkum auðvitað að það engin samræmd sýn á land og þjóð. Og eins líka kom mér óvart hvað í rauninni þau gögn sem við skoðum, fyrirliggjandi gögn sem kannanir sem hafa verið gerðar meðal útlendingar sem hafa komið til Íslands og meðal Íslendingar sjálfa, sýna að ímynd Íslands í rauninni mjög einsleitt og hún byggir fyrst og fremst á náttúrunni. Og það þjóðir sem við síðan bárum okkur saman við og skoðum mikið af gögnum frá löndum eins og Sviss og Írlandi og Nýja-Sjálandi. Þar svona kjarninn í allri ímyndauppbyggingu fjölbreytni samfélagsins og fleiri stoðir. Þannig að það virðist sem erlenda þjóðir, fólk sem hingað kemur og fólk sem ekki hingað kemur, að það hafi mjög litla mynd af þjóðinni sjálfri. Já, ímynd Íslands virðist fyrst og fremst byggjast á náttúru þess sem náttúrulega stórkostleg og þannig ber náttúrulega að virða og við erum ekki að gera lítið úr því þegar við segjum það að til þess að hér verði kannski stöðugri og markvissari uppbygging á ímyndamálum að stoðunum sé fjölgað og við leggjum til að það sé lögð áhersla á náttúruna, sé lögð áhersla á fólkið, atvinnulífið og menninguna. Og sjálfsögðu hafa aðrar þjóðir gert það og þeim sem best þykir hafa tekist til eru að leggja áherslu á þessa fjóra þætti og við leggjum til að svo sé gert hér einnig. Hvað það þá helst í menningu Íslendinga sem þarf að halda að öðrum þjóðum? Nú vitum við auðvitað að í útlöndum gnæfir ein persóna upp úr öllum öðrum hvað var það menningu þjóðarinnar og það Björk. Og hún góð landkynning út af fyrir sig en hvað það annað í menningu þjóðarinnar sem að nefndin telur að aðra þjóðir hafi áhuga á? Gaman að skuli nefna Björk, Björk reyndar holdgerfingur þessari ímyndar. Það sem við gerðum rýnihópa út um allt land til að komast að því hvað í íslensku þjóðarsálinni, hvað það sem Íslendingar telja sérstakt við Ísland og hvað það sem við höfum sem við gert okkur kleift að búa þessu landi allan þennan tíma og haft það að byggja hér upp eitt besta samfélag heims. Og Björk kannski svolítið holdgerfingur þess, það þessi kraftur en þessi frumleiki. Við erum pínlítið skriðin, við erum sérstök en við erum óhrædd við að fara ótroðnar slóðir, hvort sem í viðskiptum eða menningu. Og þegar við vorum að skoða þetta, þá spurðum við þá sem við ræddum við, hvað það sem að fólk, atvinnulíf, náttúra og menning sameiginleg. Og það voru 3 þættir sem kom út. Og það var fyrsta lagi kraftur, það sem fólk kallaði náttúrulegan kraft. Og síðan kom frelsi og friður. Og við þurftum að melta þess aðeins og velta þessu fyrir okkur og það var sama við hvernig töluðum, hvort það var fólk Ísafirði, Egilsstöðum, Reykjavík, hvort það fólk var ungt eða eldra. Það voru allir sem vildu meina það að þetta einkenndi náttúruna, gríðalegur kraftur í náttúrunni, gríðalegur kraftur í fólkinu, gríðalegur kraftur í menningunni og gríðalegur kraftur í atvinnulífinu. Og staðan fyrir að vera hrædd við þennan kraft og reyna að líta út fyrir að vera eitthvað sem við erum ekki, kannski gríðalega skipulögð og varkár með engan yfirdrátt, skilur við? Eins og þjóðverðar, nákvæmlega. Ef við kemum fram fyrir skjöldi og segjum við erum svona, sem að fólk segir nei, þetta ekki Íslendingar sem ég þekki. Heldur vildi fólk leggja áherslu á það sem hefur í rauninni gert okkur kleift að lifa hér af. Og það þessi kraftur og þessi útsjónarsemi og þessi, hvað maður að segja, þetta hugrekki til þess að vera svolítið öðruvísi. Og staðan fyrir það að byggja hér upp ímynd af landi sem að það bara eins og lítið Þýskaland eða lítið Bandaríkin eða lítið önnur þjóð, að við eigum að nýta þetta og þetta birtist best í menningunni. Og við vorum með á Nordica fyrir mánuði síðan 150 manna hringborðsumræður sem voru gríðarlega skemmtilegar. Þarna voru fólk af öllum hornum samfélagsins og þar kom þetta mjög skýrt fram að sérstæða Íslands væri fólkin í þessu og endurspeglaðist í öllum,
hvort sem væri menningu eða atvinnulífi og við ættum ekki að hræddu það. En það líka eitt sem þú sagðir hérna að framan að það eru kannski margir aðilar að vinna ímyndarmálum þjóðarinnar en þeir eru ekki samstiltir. Það kannski líka svolítið einkenni á þjóðinni að við búum hér fámenn í þessu stóra landi og kannski vön því að þurfa að gera hlutina sjálf en ekki leita mikið til annara og boðleiðir kannski styttri hérna og fólki getur gert meira sjálft. Einhver leið að koma öllu þessu fólki saman inn á einhverja eina línu til þess að kynna þessa þjóð? Er það ekki vandamáli líka sem felst í karakterengjunum hennar? Jú, og þetta er nefnilega styrkur okkar líka og það sem við erum að leggja til að þessi fjölbreytta flóra verði nýtt og við erum ekki að leggja til að verði farin eins og sumar þjóðir hafa farið eins og Norðmenn hafa farið algjörlega miðstýrða leið þar sem er bara eitt svona apparat sem að stýrir ímyndar uppbyggingun og á ímyndina sem slíka. Við erum eins og að leggja til að það verði ákveðnir aðilar sem að bera ábyrgð á samþættingu þessara flóknu matrixu sem að er hér og þjónist í rauninni aðila sem að vilja tengja sig í Íslandi og að kynna Ísland með samræmdari hætti þannig að þau skilaboð sem við séum að senda út séu ekki mjög misvísandi. Og við í skýrslunni þá raktar það leiðir sem aðra þjóðir fara eins og Nýsjálendingar hafa mikið notað þetta í stefnumótun þjóðarinnar, ekki bara sem ímyndar uppbyggingamál því að menn sjá það núna að ímynd getur haft gríðarlega áhrif á efnahag. Sjáum bara skuldaálag á bankana, við sjáum hvað gengið í rauninni ímynd, menn hafi sýnt fram á það í rannsóknum að gengið getur orðið fyrir áhrifum af ímynd þjóðar og erlendar fjárfestingar, 72% af erlendum fjárfestum nefna ímynd sem eitt mikilvægasta þáttin í ákvörðuninni hvar þeir fjárfesta. Þannig að þetta er ekki mjúkt mál, þetta er gríðarlega áþreifanlegt og efnahagslegt mál. En máli, eðli málsins samkvæmt líka getur þetta ekki verið einhver svona átaki í nokkra vikur, þetta hlýtur að vera langtíma verkefni að gera þetta. Þið getið ekki komið, þið eru væntanlega ekki hér með einhverja töfralausn á því hvernig að leysa umræðuna sem nú fer fram í heiminum um Ísland og á rætur að rekja í efnahagsmálum. Nei, þetta við tókum einmitt svipaleiti og við tökum til starfa þá skellur á okkur þessi mikla ímyndarkrísa sem menn hafa talað og við ákváðum að taka þann pól í hæðina. Við varum ekki í crisis management, við varum að leggja grunninn að því sem menn síðan myndu vinna úr. Og það sem gerist næst er það að við leggjum til að verði komið á samræmdum vettvangi sem að erlendi fyrirmyndir kalla Promote Iceland sem að ber ábyrgð á því að vakta og koma með það sem við kallum verkfæra öskju fyrir aðalega sem að stunda ímyndar uppbyggingu á einhverjum nótum. Og ráðuneytin hafa sammælst aðgerðir til næstu vikna það með hvaða hætti þetta verður sett á fót, hvaða aðgerða þörf til þess að einfalda það skipulag sem þarna er og nýta þá miklu krafta sem eru þarna úti í feltinu. Og það er gríðarlega mikil vakning og miklar hugmyndir í gangi þarna úti sem að kjörið að samræma þarna í gegnum ákveð. Er það þá einhvers konar viðbragðsteymi sem að bregðast við röngum upplýsingum sem eru í dreifingu? Bæði. Þetta er sem sagt teymi sem á að vera proaktív í þeim skilningi að það á að vakta ímynd Íslands og fylgjast með því með hvað hætti hún þróast. Þetta á síðan að vera viðbragðsteymi ef að gefur á skútuna, en þetta á líka að vera þjónustuteymi til þeirra sem vilja nýta sér Ísland í sinni markaðssetningu. Og íslensk fyrirtæki hafa ekki í ríkum mæli nýtt sér Ísland, svipað eins og horfir á Svíþjóð eða Sviss. Þar eru þarlend fyrirtæki að tengja sig uppruna sínum. En það er líka eitt sem eru einkennilegu ströngu íslensku fánalög. Danir til dæmis auðkenna sig með fána sínum, þeir selja vart álegg á þess að setja danska fánan á hann. Þessi fáni hefur svo mikið feimnismál að hann þekkist varla í öðrum löndum. Já, við erum með hugmyndir þarna í skýrslunni og aftast í skýrslunni eru allskyns hugmyndir sem komu upp úr þessum bæði rýnuhópum og hringbóksumræðum og tillögum sem okkur barst mikið af hugmyndum frá fólki í víðsvegar á landinu. Og þar eru meðal annars hugmyndir auðkenni og vígorð og allskyns hluti sem að væri þá aðgengileg þeim sem vildu nýta sér Íslandi í slíkri uppbyggingu. Hvar eru þið svona miðstöð þessara vinnu staðsetti í kerfinu? Það er forsætisráðuneytið sem setur þessa vinnu á stað. Í morgun kynnti utanríkisráðherra og forsætisráðherra saman næstu skref. Og það verða þessi ráðuneyti ásamt tveimur öðrum sem að koma að þessum í rauninni aðgerða hluta þessa máls, þannig að við bíðum spennt eftir því á næstu vikum hvar þetta verður hýst og hvaðan fjármagnið í þetta mun koma. Já, takið það eitthvað saman hvað svona muni kosta? Nei, það er rauninni það sem býður, við leggjum til að það verði fjárfest í þessu. Þetta er ekki það sem við kallum eyðsla, þetta er fjárfesting og aðra þjóðir eru að verja milljörðum. Danir hafa varið milljörðum, Írar sömuleiðis. En þessar þjóðir fara álíka leiðir að því leytinu til að Írar til dæmis vörðu þessum peningum fyrst og fremst að laða að erlenda fjárfesta til landsins.
meðan Svisslendingar eru fyrst og fremst að verja sínum fjármunum til þess að kynna Sviss og þetta ákvörðun sem að ríkisstjórnin verður að taka það við leggjum til ákveðna hluti, leggjum upp nokkra mismunandi valmöguleika sem að ríkisstjórnin tekur síðan aftur til á grundvelli þessara vinnu sem fer fram núna í þessum 4 ráðuneytum. Það er nú að bíða til næsta skrefi frá ríkisstjórninni. Bara við með örfá sekundur eftir Svava. Eftir þessa vinnu ertu bjartsýn á að Íslendingum takist að skapa trausta ímynd sem byggir á þessum kjörorðum sem þið leggið til kraftur, frelsi, friður? Ég hef ekki nokkra trú á öðru en að hvernig sem menn kjósa að nota þennan kjarna, þetta eru ekki slagorðin en þetta er bara kjarni sem menn nota. Ég hef ekki nokkra trú á öðru en að ef við tökum saman höndum og snúum saman bökum að það takist vel. Að þetta skiptir öllu máli fyrir framtíð Íslands. Að hér sé ímynd þessum Íslendingar sjálfir vilja búa. Þannig að vinnan hér gekk líka mikið út á það að styrkja ímynd Íslands meðal Íslendinga. Svava Graffeldt, takk kærlega fyrir komuna hingað í hádegisviðtalið. Hádegisviðtalinu á Stöð 2 er lokið. Verið sæl.